Ég heiti Ragnar Sara Jónsdóttir og ég frá Reykjavík. Ég stofnaði Fólk Reykjavík árið 2015 en fyrsta varan kom út í lok árs 2017. Þannig að það var töluverður aðdragandi sem átti sér stað áður en að fyrsta varan gat komið út. Ég fór út í þetta vegna þess að ég var að vinna við sjálfbærniráðgjöf fyrir stór fyrirtæki og stofnanir og mér langaði til þess að fylgja eigin ráðleggingum og fara dýpra í það. Mér langaði að fylgja því eftir hvernig vörur gætu orðið að meira sjálfbærar og umhverfisvænar. Mér fannst mig sem neytanda skorta valkosti þegar ég var að búa mér til heimili á vörum sem væru þróaðar og hannaðar með sjálfbærni að leiðarljósi. Ég vil hafa lágmarks áhrif á umhverfið mitt og þess vegna fór ég út í það að búa til ferli sem hjálpar okkur að þróa svona vörur. Mikilvægi íslenskrar hönnunar í mínum huga er það að við erum að virkja sköpunarkraft. Við erum að hefja þróun, ferli, eitthvað sem ekki er til. Við erum að taka stjórnin í okkar eigin hendur í raun og veru. Við erum að hanna okkar eigin framtíð og við höfum svo sannarlega eitthvað að segja það hvernig hún mun líta út og það er virkilega þörf á því að fá virka hönnuði og hönnunarhugsun inn í bara samfélagið í dag. Og þess vegna er íslensk hönnun gríðarlega mikilvæg og við erum svo heppin að við erum ekki með neina svona sérstaka hönnunararfleifð sem við þurfum að standast. Heldur getum við í rauninni, við erum með frítt blað og við getum gert svo margt og við getum ekki bara gert samfélagið okkar betra, heldur getum við líka virkjað okkur sjálf til að hafa hlutin eins og við viljum. Og það finnst mér gríðarlega mikilvægt og það er það sem ég er búin að vera að vinna í núna undanfarin 5 ár og það er búin að vera ótrúlega skemmtileg vegferð og við erum bara að ná ágætis árangri. Þannig að ég horfi spennt fram á veginn. Besta ráðlegging mín úr þessu ferli til annarra er að hafa trú á hugmyndinni. Það er svo margt sem gerist á leiðinni að maður getur ekki ímyndað sér það og það er svo margt sem er ekki að ganga upp. En á endanum þá skiptir það litlu máli vegna þess að hindranir eru bara að komast yfir þær. Og ef einhver segir nei við því í dag, þá er einhver annar sem segir já við því á morgun. Þannig að hafa trú á hugmyndinni og halda ótrauður áfram. Þetta er langhlaup og ég hef svo sannarlega komist að því og bara hafa þolinmæði.